Vissuð þið að spendýr eru alls staðar? Þau ganga á landi, synda í sjó og jafnvel fljúga loftið. Þessar ótrúlegu skepnur hafa lagað sig að fjölbreyttu umhverfi og sýna styrk sinn og aðlögunarhæfni. Frá minnstu hreysiköttum sem passa í lófann þinn til stærsta bláhvalarins sem getur verið jafn langur og fótboltavöllur. Spendýr koma í öllum stærðum og gerðum, sönnun á þróunarlegum árangri þeirra. Þá eru mikilvægur hluti af vistkerfi jarðar. Hver tegund gegnir einstöku hlutverki og stuðlar að jafnvægi og heilbrigði umhverfis síns. Spendýr eru heillandi skepnur með einstaka eiginleika og aðlögun. Til dæmis hefur heimskautarefurinn þróað þykkan feld til að lífa af í köldu loftslagi, á meðan höfrungar hafa lagað sig að lífi í vatni. Þau gegna mikilvægu hlutverki í umhverfi sínu, allt frá frævun plantna til þess að stjórna stofnum bráðardýra. Úlfurinn, til dæmis, hjálpar til við að halda jafnvægi í vistkerfi sínu. Nærvera þeirra auðgar lífið á jörðinni. Án spendýra, eins og duglega bjórsins, myndi heimur okkar missa þá flóknu fegurð sem við sjáum í dag. Spendýr eru heitblóðug dýr. Það þýðir að þau geta stjórnað líkamshita sínum sjálf. Ólíkt skriðdýrum framleiða spendýr hita innra með sér. Annar dæmigerður eiginleiki feldur eða hár. Þetta hjálpar þeim að halda á sér hita í kulda. Flest spendýr fæða lifandi unga. Mæðurnar gefa ungum sínum mjólk sem veitir þeim mikilvæga næringarefni. Spendýr búa í fjölbreyttu umhverfi allan heim. Frá gróskumiklum regnskógum til þurra eyðimarka, tegundir eins og jagúarinn og kengúran hafa þróast til að dafna í sínu einstaka umhverfi. Ísbirnir eru gerðir til að lífa á frosnu heimskautasvæðinu þökk þykkum feldi sínum. Úlfaldar aftur á móti eru fullkomlega lagaðir að þurrum eyðimörkum. Þeir geyma fitu í núkum sínum sem hægt að breyta í vatn. Leðurblökur nota bergmál til að rata og veiða í dimmum hellum og skógum. Spendýr hafa þróað ótrúlega leiðir til að lífa af í umhverfi sínu. Þessar leiðir geta verið líkamlegar eða hegðunarlegar, eða blanda af hvoru tveggja. Gíraffar, til dæmis, hafa þróað langan háls til að ná í laufblöð hátt upp í trjám. Leðurblökur, einu spendýrin sem geta virkilega flogið, hafa vængi úr húðhimnu sem strekt á milli langra fingra þeirra og líkama. Kengúrur treysta á sterka fætur og hala til að hreyfa sig og halda jafnvægi. Ísbirnir eru einangraðir af þykkum feldi og fitu, og höfrungar nota bergmál til að dafna í sjónum. Kafli 5. Daglegt líf spendýra. Spendýr sýna fjölbreytt úrval hegðunar. Frá minnstu músinni til stærsta bláhvalarins hefur hver tegund þróað einstakar leiðir til að hafa